Það fyrir löngu orðin einn af föstu punktunum í tilverunni í Neskaupstað að kíkja í kaffi til hennar Siggu í Nesbæ. Kaffihúsið stofnaði hún 1. maí 1998 og þar stendur hún enn, bakar og hellir upp á fyrir gesti og gangandi. Sigga man tímanna tvenna þegar kemur að kaffihúsarekstri, enda kaffihúsamenningin breyst mikið síðan hún byrjaði. Mér var bara sagt að heldur ég get ekki hellt upp á kaffi bara heima hjá mér eða eitthvað og láttur ekki detta til hugar og getur fara að selja Norðfirðingum kaffi. Það bara ekki í dæminu sko. En svo hefur bara raunin orðin önnur sko. Þannig að fólk bara mjög duglegt að koma hérna og setjast með blöðin og spjalla og svona vinafundir og annað sem bara mjög skemmtilegt að setjast niður og ræða málin. Heldur að var einhver sem var að opna kaffihús í dag spurður að því hvers konar brjálæði það væri að alltaf fara að selja kaffi? Nei, alveg örugglega ekki. Það er ekki þannig í dag. Sem betur fer, þá þetta breyst. Og þetta líka svolítið bara notað sem svona hittingur fyrir alla, finnst mér. Það skiptir máli þegar þú ætlar að reka kaffihús í þetta langan tíma og sért í góðum samskiptum við samfélagið og heimamannin. Já, ég segi það að ég mjög heppin með Norðfirðinga og nærsvitamenn hérna í kring og þeir eru mjög duglegir að koma og það jókst töluvert þegar göngin komu til dæmis. Þá jókst töluvert trafikkinn hérna hjá mér. Já. Og það skiptir bara máli að hafa gott fólk í bænum. Það skiptir máli. Eða mér finnst það. Og andrúmsloftið sem þú ert að reyna að skapa hér, það er heimilislegt og svona þægilegt. Já, ég vil svolítið hafa það þannig að fólk sé bara að koma svolítið í kaffi en kannski ekki beint til mín og þó það er náttúrulega að koma í kaffi til mín. Ég er að elda eða hita kaffi fyrir þau og ég er að baka kökurnar sjálf og þannig mér finnst að fólk á svona láti sér líða vel. Þannig að þetta er svolítið þannig. Kíkja í kaffi til Siggu í? Kíkja kaffi, já, til Siggu í Nesbæ, já, til dæmis. Og hérna á veggjónum eru bara myndir eins og í stofunni heima? Já, myndir eftir mömmu mína og dóttur mína og þannig að þetta er svolítið heimilislegt sko, myndi ég segja. Er of seint að fá sér kaffi núna, mig langar bara ekkert til að lúlla. En Sigga, það er meira en bara kaffi sem fólk kíkir í til þín? Já, það er náttúrulega garnið og lopinn, íslenski lopinn, þannig er náttúrulega bara það besta sem við eigum og svo er þessar fínu peysur hérna líka og þær eru handprjónaðar. Hver prjónar þær? Bróðir minn prjónar þetta og dundar sér við þetta á kvöldin. Það eru afköst í honum, þetta er glæsilegt. Þetta er, já, hellingsafköst sko. Og svo eru blóm hérna líka? Já, bæði konudagar og svo sé ég hérna jarðarfarir og þess vegna brúðarvendi og allt þannig sko. Já, og kransa og svona. Og kransa fyrir jarðarfarirnar og skreytingar og sem sagt allt sem að við kemum blómum. Já. Raunverulega sko. Og mikið, núna til dæmis er mikið inn að vera með svona sem sagt inniblóm. Já. Og það er mjög vinsælt. Það er að koma aftur, það var ekki fyrir nokkrum árum síðan, nú er það komið aftur. Þannig að þú erum bara að þjónusta samfélagið eins og það biður um? Já, raunverulega það sem að eftirspurnin er sko. Já. Það eru blóm og það er hönnunarvara og svo eru hérna kort líka? Já, svo er dóttir mín að gera þessi kort hérna. Hún sem sagt málar þetta vassmáling og svo látum við hérna prenta þetta upp í Héraðsprent. Hún er að þessu til þess að fjármagna háskólanámið sitt, meðal annars. Þannig að það er mjög bein persónuleg tenging í þetta? Já, ég er svona hvet hana mikið til þess að gera þetta og ég veit að hún er hæfileikarík. Það er greinilega? Já, hún er mjög. Sigga, ég verð nú að spyrja það út í kaffið sjálft. Hver er galdurinn þar? Það er raunverulega að nota bara sem sagt gott kaffi. Ég er með kaffi frá Kaffitár. Baunirnar eru þaðan og ég mala í hvern einasta bolla fyrir sig. Og það skiptir máli að kaffi sé bara nýtt. Og svo náttúrulega kaffidrykkirnir, til dæmis eins og Swiss Mokka. Það vera ekki, að nota til dæmis bara suðusúkkulaði, bara íslenskt suðusúkkulaði. Það skiptir bara alveg höfuðmáli. Það er þá sem sagt kaffi, súkkulaði og svo rjómi í því. Og það er bara ekta rjómi, ekta súkkulaði. Bara svona eins og þetta á að vera? Það er bara á að vera þannig, já. Uppskriftin, er þetta gömul fjölskyldu Já, uppskrift? bara frá mér sko. Já, eins og allt raunverulega er hérna, flest allt er hérna. Ég er einu svona
og byggja þetta bara út frá sjálfum mér og því fólki sem er að vinna hjá mér. Já. Það er svolítið þannig.